Gott kvöld. Gestur í tónskálda tíma, 4. vikuna í röð, er Jón Nordal. Og hann situr hér hjá okkur og ætlar að segja okkur eilítið af verkum sínum. En í fyrsta þættinum lítum við á kammerverk eftir Jón. Í öðrum þættinum lítum við á kórverk og orgelverk. Í þeim þriðja á 2 hljómsveitaverk og núna í þessum 4. þætti munum við leika 2 konserta, einleikskonserta, konsert fyrir píanó og hljómsveit frá 1956 og konsert fyrir selló og hljómsveit 1983. Þarna 30 ára í millum og af því tilefni spyrjum við Jón hvort að megi deila hans tónsmíðaferli niður í einhver tiltekin afmörkuð skeið, stílskeið. Já, ég veit það nú ekki. Það væri nú kannski hægt að deila þeim sem niður. Getur nú gert svona tilraun til þess að feta mig áfram svona frá byrjuninni. Ég byrjaði nú mjög ungur svona að setja saman lög. Það var nú fyrst svona barnalög bara svona ekki neinum svona ákveðnum stíl en svo svona snemma á stríðsárunum þegar ég var svona unglingur þá byrjaði nú að nota þjóðlög og var mjög upptekinn af þjóðlögum og notaði þau eða svona útsetti þau og samdi í þeirra anda og það var nú kannski getur maður að tala svona fyrsta tímabili þá var til ég fór að læra meira svona nýrri tónlist þá svona þegar ég var 20 þá fór ég að nota meira fjarlægast dúnmálkerfið og ég lærði nú tónsmíðastíl Hindemiths á sínum tíma og það hefði sín áhrif svona á hvernig ég samdi og það þarna þetta tímabil sem ég samdi þjóðlögin svona fram að 20 og svo aftur frá 20 og svona fram 30 þá svona blandaði saman þessi þjóðlegi stíll og segjum nýtískulegri viðhorf og það blandaðist já í þessum verkum. Ég kom alltaf aftur að þjóðlögunum. Jafnvel þó ég fjarlægðist tíma í vissum verkum þá komu aftur stungu upp kollinum og svona hefur þeir raun og verið í gegnum allan minn feril. Ég hef alltaf einhvern veginn snúið aftur að þessum þjóðlaga arfi, getur maður sagt. 1960 eða þar aðeins fyrr þá fór að hafa áhrif á mig líka þessi straumar í Evrópu sem að kendi við svona serialtónlist og þau höfðu mikil svona áhrif á mig sem var nú eðlilegt með ungan mann á þeim tíma og ég samdi þar eitt verk sérstaklega sem heitir Brotaspil í þeim anda en einhvern veginn þá held ég að sá stíll hafa nú ekki átt við mig og það kom hann á langt tímabil sem ég samdi eiginlega ekki neitt, ég sem næstum 10 ár, þá kannski aðeins eitt verk sem kom þá 1966, það var Adagio sem svona viss fyrir strengjaljónsveit, hörp og píanó og flautu sem dálítið maður finnur áhrifum frá þessum nýri straumum
en það er ekki einn raðtækni notuð, eða mjög takmörkuð aðeins svona tillöp til þess. Og eftir ég samti það verk sem var nú bæði flutt hérna heima á erlendis, þá aftur verður svona hlé hjá mér og svo 1970 þá byrjaði ég sem ég hljómsveitaverk sem heitir Stiklur og eftir það svona fer ég svona að finna kannski svona stíl sem ég finnst eiga við mig og þá sem ég svona nokkuð mörg verk svona í röð, hljómsveitaverk aðalega og það, ég veit ekki hvað, kannski svona kóralis og cellokonsertin svona eru síðustu verkinni í því tímabili. Þá getur maður sagt svona gróft að það er svona þjóðlaga tímabil og svo hindi mitt tímabil og svo aðeins svona atónalt tímabil sem kemur þar á eftir með þessum þjóðlaga innskotum alltaf hreint. Adagio er vendipunktur. Já, ég held að maður segja það er sá stíl sem það er svona það tungutak sem ég næð þar það hefur haft svona ég loða við mig eiginlega síðan. En ef við reynum að nálgast skilgreiningu á þínum tónsmíða stíl hinn síðar ár en frekar þá er gaman að tala eilítið áferðina á verkunum þínum hvað varðar fjölda þeirra atriða sem að berast áheyrandanum hverju sinni og við tókum eftir því hér áðan að oftar en ekki eru atriðin sem í gangi hverju sinni í verkunum þínum oftar en ekki eru þau tvö, sjaldnast fleiri. Getur þú kannski reynt að útskýra fyrir áheyrendum hvað ég er að reyna að fara? Já, þetta getur verið ég hef alltaf eiginlega reynt að hafa mitt svona tungutak eins svona skýrt eins og hægt er og eiginlega koma hlutunum eins skýrt frá mér eins og hægt er og ef ekki vilja hræra og blanda á miklu saman og þetta getur haft sín áhrif, þetta er náttúrulega misjamt eftir verkum en ég held að rótina þessu sé einmitt þetta langar til þess að verkin séu skýr og komist beint til skila. Nú geta hlustendur dæmt sjálfir og borið saman því við ætlum að hlýða á tvö verk sem eru harla ólík og tungutækið í þeim harla ólíkt. Eins og áður segir er fyrraverkið konsert fyrir píanó og hljómsveit frá 1956 og hið síðara konsert fyrir cello og hljómsveit frá 1983. Jón Nordal tónskáld situr hér enn hjá okkur og við spyrjum hann að lokum að hann hefur setið hér hjá okkur í 4 þáttum og á því tilefni spyrjum við að lokum Jón, já við viljum ekki vera of nærgöngulir en við spyrjum að lokum Jón, hvað er svona framundan í tónsmíðum hjá þér? Já, það er nú ég hef nú ýmis verkefni sem ég ætti og hef lofað að skila. Það hef nú ekki gengið allt og vel svona undanfari svo ég veit nú ekki hvernig það gengur í framtíðinni. En ég er að semja hljómsveitaverk sem er meiningin að spila næsta vetur og ég vona nú að ég geti klárað það.
ég held að ég nefn ekki fleira þó ég hef nú svona fleira á samviskunni. Já, ég byrst nú eiginlega afsökun að hafa spurt svona. En þá þakka ég þér enn og aftur kærlega fyrir það að hafa heimsótt okkur og spjalla við okkur og tala verkiðin. Og við ljúkum þættunum með því að hlýða á konsert fyrir selló og hljómsveit eins og áður segir, og það er Erling Blöndal Bengtsson sem leikur.